Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Ég vil byrja á því að bjóða velkomin á fundinn Tryggva Gunnarsson, umboðsmann Alþingis, Maren Albertsdóttur, aðstoðarmann umboðsmanns og Þorvald Hauksson, lögfræðing. Velkomin. Efni þessa fundar eru lög gjaldeyrismál og stjórnsýsla Seðlabanka Íslands við framkvæmd gjaldeyriseftirlits. Áætlað að fundur þessi geti staðið til klukkan 11 og vil ég biðja nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi hér hjá fastanefndum Alþingis sem settar hafa verið af forsætisnefnd Alþingis og fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun umboðsmaður Alþingis vera með stutta framsögu málefni fundarins og því næst gefst nefndarmönnum tækifæri til þess að spyrja umboðsmann spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndarmenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndarmenn eingöngu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efnið né efna til umræðna sín á milli fundarefnið. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Þá vil ég bjóða umboðsmanni Alþingis að hefja hér umræðu þetta mál. Já, ég þakka fyrir það tækifæri að fá enn einu sinni að ræða þetta mál við ykkur. Það er þannig að þetta mál er ekki nýtt, hvorki hjá mér eða á vettvangi nefndarinnar og ég held að væri þar leiðandi rétt að reyna að rifja upp söguna og stikla hér á stóru varðandi þau atriði. Við getum svo skoða nánar einstök atriði. En það verður að segjast eins og að þetta mál byrjar þannig að við fengum lög gjaldeyrishöftin í nóvember 2008 og þá bætt inn í ákvæðinum í löginum gjaldeyrismál sérstöku ákvæði til bráðabirgða sem veitir Seðlabankanum heimild til að setja reglur gjaldeyrishöftin og að fengnu samþykki ráðherra og þar var jafnframt í þessu ákvæði kveðið á það að brot gegn ákvæði þessu varðaði stjórnvaldssektum og refsingu. Ég sendi nefndinni ásamt fleiri aðilum bréf 2. október 2015 þar sem lýstir í raun og voru afskiptum mínum af þessu máli og þau hófust áramótin 2010-2011 hinn formlegu afskipti. Áður höfðu mér borist ýmsar ábendingar vegna þessara mála. Þær ábendingar lutu náttúrulega líka að framkvæmd þessara mála undanþágu veitingum. Það var spurningar gegnsæi borgarana varðandi þær undanþágur sem veittar væru meðferð í þeim málum og síðan fóru að berast ábendingar lutu að rannsókn þessara mála og síðan áformum að gera mönnum refsingar og það leiddi til þess að ég staðnæmdist við í raun og veru lagagrundvöll þessara athafna, það að segja rannsóknar athafnana og það að gera mönnum refsingar. Þetta leiðist til þess að í árslok 2010 sendi ég viðskiptaráðherra og efnahagsráðherra bréf og óska eftir upplýsingum þessar reglur sem að gefnar út og það hafði þá vakið sérstaka athygli mína að þrátt fyrir að áskilið væri í lögum samþykki ráðherra að þá sjást þess hvergi staði birtingu þessara reglna að ráðherra hefði samþykktar. Og þá var spurningin þessi, gengur það í fyrsta lagi? Og ég óska semst eftir því að fá þessar upplýsingar í árslok 2010 og ég gerði þá grein fyrir því að það gæti verið til athugunar hvort ég tæki þessi mál til athugunar að eigin frumkvæði og síðan gerist það að það fundað í framhaldinu 4. febrúar 2011 þá á ég fund með fulltrúum efnahags- og viðskiptaráðuneytis og Seðlabankans og ég byrja á því að ræða þar þessi birtingarmál og geri þeim grein fyrir því að það séu uppi spurningar að minni hálfu formið á þessu auk þess að ég vil auðvitað fá upplýsingar þessi samþykki ef þau liggi fyrir. Á þessum fundi þá reifaði ég einnig þá stóru spurningu hvort að svo aðferðafræði sem við hafði verið í þessu tilviki samrýmdist þeim reglur sem við búum við að því varðar refsiheimildir. Ég tók það strax fram og hef alltaf tekið það fram að þetta ekkit einfalt lögfræðilegt álitaefni og það lá hins vegar alveg fyrir að vilji stjórnvalda stóð til þess og þingsins
að þessum reglum gjaldeyrishöftin yrði fylgt eftir með þá refsingum ef að það væri talið þörf á því. Og ég taldi þá eðlilegast að koma þessum sjónarmiðum mínum á framfæri að það væri rétt að menn gættu að sér hvort að þetta væri réttum búningi, því að ef að þessu yrði fylgt eftir þá myndi þetta bitna á borgurunum og fyrirtækjum sem að væri verið að fylgja eftir rannsóknarúrræðum og eftir atvikum þá refsingum. Nú, þetta var reifað semst á þessum fundi og mér var það alveg ljóst þá þegar að þessu var nú ekki tekið af fögnuð af hálfu fulltrúa Seðlabankans. Ég merkti þó strax að það var ákveðin skilningur hjá fulltrúum ráðuneytisins það að það kynni að vera tilefni til þess að bæta úr þessu, þó að menn væru ekkert í sjálfu sér að taka endilega afstöðu til þeirra sjónarmið sem ég hefði sett fram, að þá voru það nú kannski fyrst og náttúrulega öryggissjónarmið sem menn höfðu bara uppi. Nú, ég fann síðan svarbréf ráðuneytisins 25. febrúar 2011. Þetta var nú bréf upp á 7 blaðsíður og þar voru færð rök fyrir því að þessar athugasemdir sem ég hefði haft í frammi varðandi refsiheimildirnar, það ætti ekki við rök að styðjast og þetta væri fullnægjandi heimildir. Nú, það var klifað á sjálfstæði tiltekinnar stofnunar, Seðlabanka Íslands, og síðan var sagt að allar reglurnar hefðu verið formlega samþykktar af ráðherra. Ég var nú að játa það að sumt í þessu bréfi kom mér svolítið óvart að því ég varð afstöðu ráðuneytisins vegna þess að ég hafði rætt við fulltrúa þess og útskýrt nánar fyrir þeim í hverju ég teldi að áhættan fælist í þessu lögfræðilega. Nú, þá nú segist eins og að ég var nú kannski ekki mikið að huga þessu en mér var það ljóst hins vegar að kom út bók á árinu 2016 þar sem að birt var minnisblað fund sem átti sér stað með fulltrúum Seðlabankans og ráðuneytisins 7. febrúar 2011 til undirbúnings á þessu svari. Og í þessari fundargerð þá eru þetta fjallað þessi álitaefni sem ég hafði hreyft á þessum fundi með fulltrúum þessar aðila og það er alveg ljóst að menn að ræða þetta. Og ég sé það á þessari fundargerð að þær áherslur sem að þar eru förðar fram meðan sem fulltrúum Seðlabankans skila sér í svari ráðuneytisins. En það sem að vakti athygli mína sérstaklega, það var það að í þessu minnispunktum kemur fram af hálfu þá verandi ráðuneytisstjóra að það sem er verið að lýsa því hvað ætlunin verði í þessu bréfi ráðuneytisins, þá segir í bréfinu verði upplýst að fyrirhuga sé breyting á lögum gjaldeyrismál, þar sem tekin verðin atriði sem hugsanlega þurfa að endurskoða. Og þá er bókað hér að fulltrúum eða fyrirsvarsmanni Seðlabankans á fundinum bendir á að það geti verið varasamt að upplýsa hann slíkt, það er að segja þannig sem sendur umboðsmann, megi túlka sem viðurkenningu hálfu stjórnvalda. Og þarna var kannski komin skýringin á því að hvers vegna bréfið hljóðaði eins og það hljóðaði. Nú, það er líka rétt að nefna það strax að það kom síðar í ljós að það var ekki rétt að þessar reglur hefði í öllum tilvikum verið samþykktar ráðherra og við ekki nú að því síðar. Nú, eftir viðtök á þessu bréfi þá hélt ég nú áfram aðeins umræðum við ráðuneytið og það endaði síðan með því að það var staðfest að það var í undirbúningi að leggja fram á Alþingi frumvarp til breytinga á lögum gjaldeyrismál þar sem bættir úr þessum annmörkum sem ég hefði lýst áhyggjum af. Og þetta frumvarp svo formlega kynnt á blaðamannafundi ráðherra 25. mars 2011. Nú ég ákvað þegar ég vissi nú af þessum áformum að láta kyrrt liggja í bili því að ég er ekki að aðhafast ef að stjórnvöld að bæta úr því sem það er að bæta. Þetta frumvarp svo lagt fram þarna 10. maí 2011 og til meðferðar, við vissum kannski hvernig ástand var þá í stjórnmálum hér og það samþykkt síðan í september 2011. Og það sem gerist þá er einfallega að þess efni þeirra reglna sem Seðlabankinn hafði sett og til viðbótar hafði þeir líka verið að gefa út leiðbeiningar þar sem að koma fram ítalegri efnislega reglur þessa hluti í raun og veru þó þetta veru leiðbeiningar að það var passað upp á það að taka allar þessar reglur inn í lögin og það var líka þá bætt úr þessum refsiákvæðin. Þannig að frá og með þarna september 2011 þá er aðstæðan allt önnur.
Nú, það rétt að taka það fram að ég hafði á sínum tíma, það að segja 7. júlí 2011, fengið þær upplýsingar frá Seðlabankanum að þá hefði ekki verið hafið neitt formlegt stjórnsýslumál vegna brota á lögum og reglum sem var þá til undirbúnings því að leggja á stjórnvaldssektir, því að bankinn hafði talið öllum mál sem þá hefðu verið til umfjöllunar væri meiri háttar og þau hefðu farið til lögreglu. Nú, það má kannski segja það að almennt hefði mátt ætla það að þessi lagabreiting, hún hefði í för með sér það að menn svona endurstokkuðu í spilastokknum og veltu fyrir sér hvernig ætti nú að bregðast við varðandi eldri málin. Ég veitti því eins og fljótlega athygli að bæði í þeim erindum sem mér bárust og í fréttum af dómsmálum að þrátt fyrir lagabreitinguna að þá komu fram mál þar sem að verið var að fjalla og láta reyna á hvort að þessar reglur sem settar höfðu verið áður en lagabreitingin átt sér stað væri fullnægjandi refsiheimildir. Nú, ég tók líka eftir því og auðvitað höfðu lögmenn sem að fóru með þessu mál veitt athygli þeim skoðanaskiptum sem áttu þessi stað og áttu sér sjálfur á því og meiri sér átt frumkvæði því að skrifa sumir hverjir þessi vandamál sem að voru þarna á refsiheimildum og ég sá það að það væru líkur á því að í þessum dómsmálum þá yrði meðal annars tekist á þetta álitaefni birtinguna. Því það nú þannig í lögfræðinni að ef að þetta annmarkar á birtingunni og samþykkt slíkra reglna, þá þarf maður nú ekki að byrja því að fjalla efnið. Bara klára þetta í réttri röð. Og meðal annars þá hafði verið hreyft í þessum dómsmálum, þessu sjónarmiði mínu, varðandi það að borgararnir vissi ekki hvort að ráðherrann hefði samþykkt þessar reglur því að það var ekki birt. Það kemur síðan í ljós á þessum tíma þegar ég geng frekar eftir því að fá staðfestingar á samþykkt þessara reglna að í einu tilviki þá fannst samþykkt ég ekki. Og þeim munið eftir það að ég fæ svarbréfið þar sem var sagt að þetta hafi allt verið samþykkt í febrúar 2011 og það raunar ekki fyrir í desember 2013 sem að ég fæ það svarað að leit ber í raun og engan árangur. Það leiðir síðan til þess að sérstakur saksóknir ákæruvaldið telur rétt og gengur sjálfur eftir því að fá þessa staðfestingu og fær ekki að því að varða þessar tilteknu reglur og það leiðir til þess að það eru felld niður öllum mál sem þær varðar. Svo voru líka reyndar álitamál aðrar reglur þarna sem var spurning hvort ákæruvaldið taldi bara til að láta reyna á. En allt leiddi þetta nú til þess að fyrir dómstólum fékkst ekki svar við þessum spurningum birtingarnar. Og þegar að komið var fram á árið 2015 þá taldi ég nú rétt að draga saman þau atriði sem ég hafði staðnæmst við í þessum samskiptum mínu við Seðlabankann og ráðuneytið vegna þess að ég taldi að sú reynsla og það sem ég hefði séð í þessu væri bara einfallega af þeim toga að það væri nauðsynlegt til framtíðar að menn hefðu þetta í huga og gættu betur að sér. Því að það jú þannig að með þessum reglum refsingar og rannsókn mála verið að leggja grunn eins og ég sagði hér áðan að afskiptum af borgurunum og þetta eru oft á tíðum mjög veigamikil inngrip í líf borgarana og ég taldi bara ótvírætt að menn þyrfti að passa sig í þessu. Inn í þetta blandaðist líka, ég hafði fengið ábendingar og verið með mál þar sem að reyndi á spurningar heimildir Seðlabankans til þess að færa tiltekna þætti í starfsemi sinni yfir í sjálfstæð hlutafélög og það var hluta af þessu máli. Nú, ég taldi í sjálfu sér ekki tilefnis að vera að ljúka einhverju frumkvæðisathugun í þessum máli. Stóra máli var það að brú og berita lögunum og tilmælin gátu þó ekki lotið að neinum lagabreitingum, það var ekki neini meinbugir enn á lögunum. Þannig að ég dróð þessi atriði saman í langt og mikið bréf sem ég sendi frá mér 2. október 2015. Það sendi ég fjármál- og efnahagsráðherra sem þá var ráðherra málefna Seðlabankans, bankaráði Seðlabankans, Seðlabankastjóra og ykkur hér í stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Og ég ætla ekki að rekja efnisatrið þessa brefs en þar var auðvitað tekið á í raun og veru mjög mörgum atriðum sem að höfðu komið upp við þessa athugun og öll voru þau kannski að þeim toga sem að ég taldi nauðsynlegt að kemur fram og við víkjum kannski til þetta með síðar að því sem að ég nefni þar aðgreiningar verkefna sem eitthvað sem að ég held að löggjafinn þurfa að gæta svolítið að sér þannig og þetta mál kannski í heild sinni allt dæmi það
þar sem það fer ekki vel á því að allt sé á einni hendi, það er að segja reglusetningin nánast, útfærslan, leiðbeiningar, rannsókn, ákvarðanataka og allt. Nú, þegar ég hafði skilað þessu bréfi mínu, þá haldinn fundur hér í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 15. október 2015 og þá fór ég semst yfir þetta og menn spurðu spurninga og það var rætt þetta. Í framhaldi af því 17. nóvember þá koma fulltrúar Seðlabankans hér fyrir nefndina og það sem gerir sín í framhaldinu að eða sem sagt á þessum tíma að þá hafði bankaráð Seðlabankans ákveðið að fá lagastofnun til þess að yfirlíta ákveðna hluti og gera úttekt á. Ég hafði frá upphafi sagt, það voru að koma til mín ábendingar málsmeðferð því varða þessa undanþágur, leyfi sem verði að veita, hvenær máttu menn fá undanþágur og ýmis atriði í málsmeðferðinni, bæði að því varðaði þau mál og líka að því varðaði refsimáli. Og bankaráðið sem fær lagastofnun, það eru 2 fulltrúar frá þeim sem fara í að vinna þessa hluti. Og ég held að megi segja það í sjálfu sér að þá verður svona ákveðin hlé á þessu máli, bæði hjá mér og ég hygg að það hafi væntanlega verið skýringin á því að það gerðist ekkit mikið meira hér hjá nefndinni að þessu leyti. Nú, lagastofnan skilar skýrslu sinni í október 2016 og ég fæ þetta sent í janúar 2017 og í sjálfu sér hafði ég ekki neinn ástæðu til þess að aðhafast neitt í framhald af því. Bankaráðið var með málið og Seðlabankinn og ég var ekkit að hást við þetta. Hins vegar mætti ég hér á fund hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 11. maí 2017. Þá var nú komin ný nefnd og menn vildi nú dusta ríki af þessu verkefni sem það hefði beðið hjá nefndinni og átta sig betur á svona hvernig málið lagi fyrir. Og ég fór aftur yfir málið, kynnti og ég þekki hins vegar ekki hvert var framhaldi hjá nefndinni og þannig að þannig stóðu nú leikar í júnímánuði 2018 þá berst mér kvörtun sem að ég lauk síðan með áliti núna 22. janúar síðastliðinn og hefur nú orðið umfjöllunarefni svona í samfélaginu eftir það. Atvik í því máli voru þau að Seðlabankinn hafði árið 2016 síðla árs lagt stjórnvaldssekt á einstakling vegna brota sem talin voru hafa verið framin árið 2010, atvik 2010, við erum 2016 sem þetta gerist. Og það var talið að þetta varðaði brotum við reglum sem þá voru í gildi. Nú, kvörtunum laut að því að Seðlabankinn hefði hafnað beiðni afturköllun stjórnvaldssektarinnar og á hverju hafði þessi einstaklingur byggt kröfu sína? Jú, það var það að hann hafi fengið upplýsingar og fengið afhent frá ríkissaksóknara, afgreiðslu ríkissaksóknara í 6 málum sem lutu að reglum gjaldeyrismál, afgreiðslum sem hafði komið frá ríkissaksóknara í maí 2014. Þar hafði ríkissaksóknari lýst tiltekinni afstöðu til refsiheimilda á þessu sviði og þá sagði þessi einstaklingur einfaldlega býtu við, af hverju gildi það sami ekki mig? Og ég verð að játa það að ég rökk nokkuð við þegar ég las þessar úrlausnir ríkissaksóknara. Þetta var eitthvað sem ég hafði ekkit séð áður. Og ég hef nú lagt til ykkar, bara til ykkur til glöggvunar, á sérstöku blaði úr þessum afstöðu ríkissaksóknara 20. maí 2014. Og ég ætla ekki að fara kannski lesa þetta í þaula, en það er rétt að þið áttu ykkur á því að í þessum máli sem þar voru, eða málum sem þar voru til úrlausnar, þá reyndi sérstaklega á gildi tiltekinna reglna. Það eru þessar reglur þarna 1130/2008. Það hafði hins vegar komið í ljós að þar lá ekki fyrir samþykki. Þá hafði Seðlabankinn sett fram þau sjónarmið lögfræðilega að þá ættu eldri reglur sem hefur verið gilda áfram. Á það var ekki fallist. Og það eru megin niðurstaðan í þessu, en það sem vakti sérstaklega athygli mína var það, eins og þið sjáu í þessum texta, að ríkissaksóknari taldi tilefni til þess að ganga lengra. Hann segir hérna
lög gjaldeyrismál númer 87/1992 geyma engar bannreglur samsvarandi þeirri sem fram kemur í 4. málsgrein 1. grein beggja framangreindra reglna Seðlabankans gjaldeyrismál. Athugið, hann búinn að komast að niðurstöðu gildi þeirra í þessu tiltekna máli. Og svo heldur hann áfram og að vísa þarna í tiltekna lagagreinar og svo vitnar hann í það í bráðabirgðaákvæði númer 5 sem sett var þarna 2008 að þá komi bara fram brot gegn ákvæði þessu varða stjórnvaldssektum og fangelsi samkvæmt tilteknum greinum og svo segir hann í 5. málsgrein því ekki vísa til þess að brot gegn reglum Seðlabankans settum á grundvelli bráðabirgðaákvæðis 1 varði refsingu samkvæmt nefndum ákvæðum. Og síðan kemur textinn. Ákvæðum þá refsiábyrgð var eingöngu að finna í reglum Seðlabankans. Verður því ekki séð af umboð Seðlabankans til að gefa út reglur með heimild í bráðabirgðaákvæði 1 hafi með skýrum hætti náð til þess að ákveða refsingu vegna þeirra. En það hvergi að finna í lögum nr. 87/1992 heimild til slíks. Þá voru tilvísanir viðurlagagreina reglna gjaldeyrismál ekki í samræmi við efni 16. greina sem afmarkaði refsiábyrgð í 4 tilgreindar aðstæður. Það ekki fyrir með lögum nr. 127/2011 þegar reglur Seðlabankans voru innleiddar í lögum gjaldeyrisviðskipti með 13. grein A til 13. grein P að 16. grein var breytt á það veg með skýrum hætti væri kveðið refsingu vegna brota gegn gjaldeyrisháttunum. Það niðurstaða ríkissaksóknara þessu að engin notæf refsiheimild hafi verið til staða vegna meintra brota gegn reglum Seðlabankans gjaldeyrismál á þeim tíma sem þau voru framinn samkvæmt kærunni. Leiðir það til þess að staðfesta verður ákvörðun sérstaks saksóknara. Ég held að skilningur á þessu snúmast ekki lögfræði. Þetta snýst fyrst og bara að lesa þennan texta og átta sig hvað þarna sagt. Og sem ég segi, ég hafði enga vitneskju þessa afstöðu ríkissaksóknara og þetta kom mér þar af leiðandi verulega óvart. Og hvað sem í raun og veru leið því álita efni hvort að þessar reglur hefðu ekki verið gildar refsiheimild með það athugasemdir sem ég var að gera á sínum tíma. Þá spurði ég bara einfallega þeirra spurningar, getur það verið að þessi tvöfald réttlæti í þessu landi? Þarna hafði fulltrúi ákæruvaldsins æðsti handhafi þess komist að þeirri niðurstöðu að hann treysti sér ekki til þess að fara með meint brot á þessum reglum fyrir dómstóla landsins til þess að fá menn dæmda hugsanlega. En áttu með þó að búa við það að stjórnvaldið, sem eins og ég sagði hérna áðan, hafði þessi mál öll á sínum hendi, alveg frá reglunum, þar til að ákvörðun stjórnvaldssektir var komin til, átti það að geta beitt menn sektum vegna þessara sömu regla. Og það var í raun og veru kannski það sem ég sagði í þessu áliti mínu frá því 22. janúar, býtu við, einstaklingurinn hafði borið fyrir sig þessa afstöðu ríkissaksóknara. Í úrlausninni var í raun og veru ekkert mikið af því atriði. Og þar af leiðandi fór ég sjálfur sér ekki lengra í því áliti að segja bara við Seðlabankann til verið að taka afstöðu til þessara atriða og leysum málun á þeim grundvelli. Ég vakti jafnframt athygli á því að það væru fleiri atriði sem að þarna kemur til skoðunar heldur bara þetta sem að þó ótvírætt væri sem ríkissaksóknari hefði sagt, því að það voru þarna eldri afgreiðslu ríkissaksóknara líka sem að áttu að hafa gefið mönnum til þess að vera enn frekar á varðbergi og það veitum svo til að það fjalli nú efnislega nánast að þessu sem ég hafði verið að tala 2010 og 11. Þannig að niðurstaðan var einfaldlega svo að Seðlabankinn þyrfti bara að taka málið upp aftur og þið þekkið svo eftirleikin af því. En það var mér auðvitað sérstætt athugunar efni að allar þessar niðurstöður frá 20. maí 2014 þær höfðu legið fyrir, það voru 18 mánuðir frá því að ég hafði verið að fást við þessi mál síðast og það var jafnlangur tími frá því að ég hafði sjálfs komið fyrir nefndina og gert henni grein fyrir þetta og hún hafði reynt að afla upplýsinga þetta. Og ég brá nú við og fór nú að athuga hvort að þetta væri í einhverjum þeim gögnum sem ég hefði fengið. Ég nefndi við ykkur að ég hefði hér fengið skýrslu Lagastofnunar í janúar 2017. En það er svo merkilegt að í þeirri skýrslu þá
þá er á blaðsíðu 35 og það er kannski rétt svona að geta þess að í skýringum sem að ég fékk frá Seðlabankanum vegna þessara kvörtunar sem að ég lauk hann í janúar, þá hafði verið klippt út eitt atriði úr skýrslu Lagastofnunar. Það sagði á einum stað þar að á meðan dómstólar hefðu ekki leyst úr þessum álitaefnum, þá væri ekki hægt að gera neinar athugasemdir við málsmeðferð Seðlabankans. En þess var nú ekki, og það var ekkert verið endurtaka og láta þess getið, að skýrslu höfundar Lagastofnunar láta þess tryggilega getið það sé verulegur vafi þessar heimildir. En það sem að vakti athygli mína því ég fór að skoða þetta og var nú skýringin á því hvers vegna ég hafði ekkit kveikt á því að það kynni að liggja eitthvað frekar, að í þessari skýrslu þá segir þegar þessi gögn eru lesin í samhengi verður að álykta verulegu vafi leiki gildi bráðabirgðaákvæðis 1 og reglna sem settar á grundvelli þessi refsiheimild. Til viðbótar við þá galla á reglusetningu og endurskoðun reglna lýst er hér og eftir. Og svo segir styrkir svo ályktan og afgreiðslu embætts sérstaks saksóknar í málum sem Seðlabankinn hefur sent til embættisins. Og svo er vitnað þarna í tiltekið lögfræði álit sem hafði legið fyrir 19. júní 2014. Og svo segir, en þar kemur fram að ákvarðanir ríkissaksóknara að hætta rannsókn þeirra mála sem Seðlabanki Íslands hafði kært til embættisins sé reistar á því ekki að verið til staðar refsiheimild meðal annars í 5. málsgrein bráðabirgðaákvæðisins. Og svo segir, rannsóknarnefnd hefur bent á að embætti sérstaks saksóknara hafi ekki fellt niður mál vegna galla á refsiheimild í bráðabirgðaákvæði 1 og reglum settum samkvæmt því. Þessi tilvitnun ekki til staðar refsiheimild meðal annars í 5. málsgrein bráðabirgðaákvæðis, hún sagði mann nú ekki mikið. Og þetta með að það hef ekki verið fellt neinn mál niður, það er ítrekað hér í neðanmálsgrein að það hef ekki verið fellt neinn mál niður vegna þess að það hefði skort á refsiheimild í heild sinni. Höfundar skýrslunnar segja einfallega, ef við erum að fara að skoða þetta atriði, þá þurfum við bara margfalt meiri rannsókn tíma heldur en við höfum haft. Og þetta var mér tilnefnt til þess að kanna það hvort að höfundar skýrslunnar hefðu fengið þessar afstöður. Og ég fekk svar frá Seðlabankanum í gær þar sem því ég lýst að athugun Lagastofnunar hafi byggst á því að þeir fengu úrtak af ákveðnum málum og komust í þau gögn. Þannig var Lagastofnun veittur aðgangur að þeim málsnúmerum sem voru í úrtakinu en ekki öðrum málum, þar á meðal tengdum málum. Svo virðist þessi stofnun hafi ekki verið afhent umrædd afstaða ríkissaksóknara sérstaklega, enda voru þau mál ekki hluti úrtaksins. Síðan er þess getið að það hefur verið vitnað í þetta í tilteknum upplýsingum sem Seðlabanki lét Lagastofnun í té og þessari lögfræðilegu álitsgerð. Þegar þessi gögn eru skoðuð, þá verður nú einfaldlega að játa það að það er ekki verið að taka til dæmis upp þann texta sem að ég hef kynnt ykkur hér. Þannig að lesendur þessara gagna og lesendur þessara álitsgerðar, sem ég ætla nú ekki að fara að rekja hér vegna þess að það hún er unnið fyrir Seðlabankann og það er hún er athyglisverð að mörgu leyti, en ég segi bara það að ég get ekki séð það að höfundar þessarar skýrslu Lagastofnunar hafi haft nokkuð tilefni og tækifæri til þess að ætla að í þessum afstöðu ríkissaksóknara leyndist það orðalag sem ég var að lesa fyrir ykkur og þar að leyndi svo eindregna afstæða sem þar kom fram. Og það við getum sagt í sjálfu sér að það er svona gegnum gangandi í afstöðu Seðlabankans að öll áherslan hefur alltaf verið á það að það hefði skort samþykki ráðherra á þessum tilteknum reglum 1130/2008 og síðan að meint brot í öðrum málum hafi ekki verið fellt niður vegna þess að þau fjalli ekki að verknaðarlýsingu eða það voru einhver önnur atriði, en það hefur ekkert verið og alltaf passað upp á það að láta það hvergi koma fram að það mál hefur verið fellt niður á einhverju víðtækara grundvelli. Og það er til dæmis rétt að segja ykkur það að í bréfi sem að Seðlabankinn sendir viðskipta sendir þannig að fjármál og efnahagsráðuneytið komið til í framhaldi af áliti mínu
17. nóvember 2015, það er síðan framhald af bréfinu, að þá segir hérna í þessum sama dúr, í þessu samengi þó tilefni til að halda til haga að í fjölmörgum kærðum málum til embætti sérstaks saksóknara hefur embætti aldrei séð tilefni til að vísa frá kæru Seðlabankans vegna skorts á lagast og reglan í heild. Þannig verið að óska eftir afstöðu ráðuneytisins til þess hvort að þessar reglur, gömlu reglur, hefðu verið fullnægjandi refsiheimild. Og þetta eru upplýsingarnar sem ráðuneyti fær. Það hefur ekki fengið þetta svo mér sé kunnugt um. Ég veit ekki hvort að bankaráði hefur fengið þetta heldur. Nú, það liggur fyrir að hérna í framhaldi af þessu síðasta áliti þá skrifaði hérna Seðlabankinn ríkissaksóknara og spurði hvort að þetta væri rétt að hérna þarna hefði verið tekin afstaða, og svar ríkissaksóknara er mjög einfalt. Hvað fyrir spurninguna varðar skal tekið fram að í 7 afstöðubréfi ríkissaksóknara frá 20. maí 2014 kom skýrt fram að það mat ríkissaksóknara reglur Seðlabanka Íslands gátu ekki talist fullgild refsiheimild fyrir en eftir gildistöku laga 127/2011. Það var nú í þessum bréfum sem ég fékk frá Seðlabankanum, það voru nú að taka það fram að menn létu nú ekki segjast algjörlega, því að það er eitt atriði sem hefur verið talið svona mikilvægt hálfu Seðlabankans. Seðlabanki vísir ítrekað til þess að hérna sérstakur og ákæruvaldið hafi endursent mál til Seðlabankans, og í því hljóti nú að hafa falið svo afstaða að það væri ekki verið að gera athugasemdir við refsiheimildirnar. Þráttur að við höfum nú útskýrt það í þessu áliti frá 22. janúar að það sem að þar er verið að gera hálfu handhafa ákæruvaldsins er einfallega það að meðferð þessara mála er tvískipt. Það er annars vegar meiri háttar mál og minni háttar, og til þess að hérna ákæruvaldið sérstakur eða ríkissaksóknari geti fjallað meiri háttar mál, þá þarf að liggja fyrir ákveðin afstaða Seðlabanka. Þetta er bara tæknilegt, lagatæknilegt atriði, og þar að leiðandi, og sem ég sagði hérna áðan, í lögfræðin þá fer maður eftir ákveðinu stiga. Fyrst er þetta spurningin, hafa reglur að verið samþykkt að réttum hætti, hafa verið birtar. Ef að þetta er ekki í lagi, þá þarf ekki að hugsa framhaldið. Síðan er þetta efnið, og það er nákvæmlega eins og í þessu tilviki að þá segir bara ákæruvaldið, við förum ekki lengra með þetta mál fyrir að þið eru búin að vinna heimavinnun ykkar. En þetta hefur verið ítrekað svona á hálfu Seðlabankans, og það sem gerist í raun og veru að þrátt fyrir þetta bréf ríkissaksóknara frá þarna 19. febrúar 2019, þá taldi Seðlabanki tilefni til að spurja ríkissaksóknara aftur, og þá hvort í ósköpunum þessar endursendingar, hvers vegna þá hefði ekki verið vísað í þessa almennu afstöðu. Ég hef ekki séð að ríkissaksóknari hafi svarað þessu bréfi, veit ekki til þess. Enda hafði hann svarað þessari spurningu áður og sagt að það væri augljóslega verið að fjalla og taka afstöðu til annarra álitaefna og málsástæðna fyrir frávísun frá kæru heldur en að fjalla var þarna í hinum bréfunum. Nú ég ætla ekki að fjalla það sem hefur komið fram þarna af hálfu hérna Seðlabankans viðbrögð við þessu og hvernig ég að standa að málum gagnvart hérna þeim einstaklingum og fyrirtækjum sem í hlut áttu, en auðvitað verður að hafa það í huga eftir 2011 þá var lagastaðan breytt, og þar sem að þessar ákvarðanir eða sættir lúta að málum frá báðum tímabilinu, þá kann auðvitað aðstæðan vera sérstök. Í þessu áliti, eða semst áliti mínu frá 22. janúar og síðastliðnum, þá er þannig kannski vakið athygli að hérna ég taldi ástæðu til þess að hreyfa svona athugasemdum vegna þess hvernig Seðlabankinn hefur í hérna réttlætingu sinni fyrir gerðum sínum svona sett fram hluti, og það var með tilefni til verulegra athugasemda, og ég ætla ekki að endurtaka þær. En þetta er í raun og veru búið að vera gegnumgangandi eins og þið sáuð í þessu strax í viðbrögðum sem gerast þarna í febrúar 2011, og það er annað vandamál sem að ég vík líka að í bréfi mínu frá þarna október 2015,
sem ég nefndi hérna áðan. Og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir þennan vettvang sem Alþingi að hafa í huga að það aðgreining verkefna og gæta þess að þó að Seðlabankinn sem slíkur vegna þeirra verkefna sem hann hefur að því varðar peningamálastjórn og fjármálastöðuleik og annað sem mikilvægt að hann njóti sjálfstæðis, allavega það talið svona í þeim fræðum sem lúta þeim málum, þó að pólitíkin sé kannski ekki alltaf sammála því. Að þá bara búið að núna í kjölfar þessa efnahagserfiðleika sem hér urðu út af falli bankana 2008, þá hafa komið í hlut Seðlabankans alls konar önnur verkefni og mér finnst bara mjög mikilvægt að menn læri nú af þessari reynslu og hafi það í huga hvort að þetta og í hvaða mæli þetta fer saman. Og ég ítreka það sem ég sagði strax þarna 2015. Það mjög mikilvægt að það ríkisstofnanir sem fara með svona veigamikil atriði eins og rannsókn sakamála og ákvarðanir refsingar, að þar sé til staðar þekking sem að ræður við þetta verkefni. Eitt af því sem ég hreyfði strax í þessu bréfi mín í 2015 var það að ég hafði veitt í athygli að til dæmis fyrirsvarsmaður Seðlabankans hafði þrátt fyrir niðurfellingu mála, vegna tæknilegra atriða, skorts á fullnægjandi heimildum og öðru slíku eða mistaka við birtingu, haft uppi orðalag og sjónarmið sem mér fannst alls ekki samrýmast því hlutverki sem forstöðumaður slíkra stofnunar í þegar þetta liggur fyrir. Þá bara það mál sem að farið var í, það bara ónýtt og það verður bara fulltrúar ríkisins verður bara að sætta sig við það. Þá fer maður ekki fram með fullyrðingar það hvað sem þessu líður, þá sé nú bara alls índis óvíst hvort að viðkomandi hafi verið saklaus. Síðan gerist það núna að það birt á vef Seðlabankans bréf sem að forsætisráðherra hafði sem að Seðlabankastjóri hafði ritað forsætisráðherra. Þetta bréf sem verið birt með opinberum hætti. Í því voru ummæli í þeim sama dúr og ég nefndi í gamla bréfi mínu frá 2015 og jafnframt kom fram að tiltekin orð þar hugsanlega að menn skyldu hafa það í huga að húsleit sem framkvæmt fyrir ákveðnum aðila, hún hefði nú haft ákveðin fælingar áhrif. Það liggur fyrir að forsætisráðherra hefur gefið þá yfirlýsingu á heimasíðu sinni að hann sé með til athugunar þá greinargerð sem að bankaráð Seðlabankans hefur sendt honum og hann mun taka afstöðu til þess hvort að afla verði frekari gagna og skýringa. Ég taldi þar alveg til tilefni til að senda forsætisráðherra bréf núna í byrjun þessara viku þegar þau fengið afrit af því og það hafi verið birt á heimasíðu minni þar sem ég geri forsætisráðherra grein fyrir því að ég telji nauðsynlegt að það verði kannað hver var hlutur starfsmanna Seðlabankans í ákveðinni atburðarás í aðdraganda og við framkvæmd húsleitar sem að þar minnst á. Þetta geri ég vegna þess að ég lít það mjög alvarlegum augum og ég ætla ekki að fara út í lögfræðinni því. Hvað sem líður öllum frelsi fjölmiðla og allt eitthvað slíkt til upplýsingagjafar og miðla upplýsingum, þá það bara mjög alvarlegt í ljósið þeirra viðamiklu rannsóknar úrræða sem þarna verða að grípa til. Ef að það reynist rétt vera að starfsmenn hins opinbera eru fyrirfram búin að upplýsa stað og stund slíkra athafna. Og ég segi þetta líka til framtíðar. Því það verður bara að vera alveg ljóst að svona gera menn ekki. Og auk þess sem að þarna í þessu bréfi voru ummæli af þeim sama toga og ég hafði gert athugasemdir við. Ekki veit ég hvort afskiptum mínum að þessu máli lokið, en það hjá forsætisráðherra og ég hef alltaf sagt það að þó að ég hafa eftirlit í ykkar umboði með stjórnsýslunni og störfum opinberra stofnana, þá þetta mikilvægast að þetta kerfi okkar og þá eftirlit ráðherra þegar það á við virki og þar sé tekið á þessum málum og þau kom ekki þá til kasta mín eða þá hugsanlega ykkar fyrir en að það liggur fyrir niðurstöðu af þeirri vinnu, svo fremi sem að það sé eðlilegur framgangur í þeirri vinnu. Því það þýðir ekki líka bara að láta hlutina liggja. Ég ætla að láta þetta nægja að bili. Kæra þakki fyrir þetta, umboðsmaður. Þá gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja
og ég ítreka það sem áður hefur verið sagt að hver nefndarmaður fær spurningar og svör áður en að næsti nefndarmaður kemst að. En sá sem að fær fyrstur að spyrja er Óli Björn Kárason. Gjörðu svo vel. Takk kærlega. Ég þakka umboðsmanni kærlega fyrir mjög ítarlegt yfirlit. Ég veit satt að segja ekki alveg hvar ég á að byrja. Það bréf sem að við höfum fengið afrit af til forsætisráðherra vekur á þetta mikla eftirtekt og ég vil fá að spyrja það síðar. En fyrst svona hvort að það sé rétt mat hjá mér að umboðsmanni sé misboðið þegar kemur að samskiptum hans við Seðlabanka varðandi þetta mál sem við ræðum hér. Ég í því hlutverki að reyna að gæta að því að það sé réttilega staðið að málum gagnvart borgurunum. Það hvort að mér misboðið í þeim samskiptum sem ég þarf að eiga við stjórnvöld í þessu hlutverki, það læti liggja á milli hluta. En það kann að vera mér sem misboðið fyrir hönd þeirra borgara og einstaklinga og fyrirtækja sem að þarna hafa átt í hlut. Það í raun og veru aðalatriði. Hins vegar get ég alveg sagt að þessi samskipti hafa verið mjög óvenjulega að því leytinu til þegar það kemur í ljós að það eru mikilvægar upplýsingar akkurat varðandi álitaefni sem ég hef verið að spyrja og vekja máls á, að þeim ekki hreyft. Og hvert svarið sem ég fæ? Já, þú spurðir ekki. En það nú einfaldlega þannig að á opinberum stjórnvöldum hvílir frumkvæði og hvílir skylda til þess að haga málum þannig að það sé farið eftir lögum. Og þegar æðsti handhafi ákæruvalds í landinu hefur sett frá sér texta með þeim hætti sem ég hef sýnt ykkur, já þá hefði ég haldið að allir löglærðir einstaklingar að minnstakosti gerðu sig grein fyrir því að það texti sem að þú lætur ekki framhjá þér fara. Og ég hefði vænst þess að menn hefðu haft frumkvæði að því að láta mig og ykkur líka, vegna þess að þið voruð að spyrjast fyrir þetta mál eftir að þessi texti var komið fram og þessi afstaða. En eftir það hefur alltaf verið aðlið á því, eins og ég sagði hérna áðan, að það hefur engin mál verið fellt niður á þeim grundvelli að reglurnar í heild hafi ekki haft heim. Það hefur verið aðalatri í málflutningum. Takk, má ég halda áfram? Það sem að ég velti líka fyrir mér hafandi það í huga að svona hvernig þessi nefnd og í rauninni Alþingi þarf að taka á málum, hvort að umboðsmaður hafi velt því fyrir sér með hvaða hætti stjórnskipun og eftirlitsnefnd eigi að halda á málum hér eftir. Nú bíður umboðsmaður eftir svari frá forsætisráðherra varðandi það hvort að forsætisráðherra ætla að kanna með hvaða hætti starfsmenn gjaldeyriseftirlits Seðlabankans eða Seðlabankans kunni að hafa komið að því að veita fjölmiðlum upplýsingar húsleit áður en að hún fór fram hjá Samherja árið 2012. Ég skil umboðsmann þannig að hann bíði eftir svari frá forsætisráðherra og framhald málsins ráðist af viðbrögðum forsætisráðherra. Er það rétt skilið? Já, það rétt skilið að þessu leitinu, því að eins og ég rekki þessu bréfi að þá þau ummæli seðlabankastjóra sem þarna komu fram eru ekki bara til þess að vekja athygli mína. Ég geri grein fyrir því að það var haft samband við mig af einstaklingi sem að óskar þá leyndar í samræmi við þau nýju ákvæði sem að sett hafa verið vernd uppljóstrara og gerði mig grein fyrir þeirri vitneskju sem hann hafði þetta mál. Þannig að ef að það verður niðurstaða forsætisráðherra og aðhafast ekki, að það kemur ekkit út úr hlutunum, þá mun ég taka afstöðu til þess hvað ég til tilefni til að gera. Því að ég held að menn geti alveg gerð sig grein fyrir því að ég tel þetta mjög alvarlegt og líka alvarlegt bara út frá almennum sjónarmiðum vegna þess að þetta kannski ekki endilega eina málið þar sem að svona hlutir hafa komið upp og það hefur verið haft samband við mig og maður reynir að kanna einhverju hluti og maður kemst ekki áfram með það. En ég segi það ykkur til hrós að þið tókuð af skarið og settu þetta ákvæði varðandi uppljóstrarana
og ég á þá eftir að láta sjá hvort að það dugar okkur í þessu tilviki. En þá reynir líka á hollustu opinberra starfsmanna og fyrirsvarsmenna þeirra stofnanna sem í hlut eiga. Akkurat á bakvið þetta ákvæði býr sú hugsun að menn geti greint frá vitneskju án þess að gjalda fyrir það. Og það mun hugsanlega reyna á það í þessu tilviki og það er það mikilvægt að menn skynji skilning fyrir þessu, vegna þess að aðalatriði fyrir okkur er það að hinn starfsemi hins opinbera sé bara með í réttu horfi og réttum hætti. Hafi menn gert mistök, þá þýðir ekki að draga fjöður yfir það. Þá eru bara að finna út hver mistökjum voru og næsta spurning er svo hver ber ábyrgð á þeim. Að því varðar Alþingi, þá hef ég áður sagt að við ykkur að hafandi nú fylgst með þessum málum í allangan tíma, þá eru þetta eitthvað sem að Alþingi stendur svolítið frammi fyrir, að það er lyft hér málum, það eru opnuð umræða, það eru opnað spurningar, það er farið að skoða mál. Ég hef sagt að við ykkur, það kann að hafa til dæmis þú áhrif að umboðsmaður athafni sig ekki, vegna þess að málið er hjá þinginu. En það er þess vegna mjög mikilvægt í öllum svona málum, gagnvart líka þeim borgurum sem eigi í hlut, að það verði einhverja lyktir. Það sé ljóst hvernig menn ætla að klára hlutina, þannig að til dæmis líka þessir einstaklingar eða fyrirtæki sem í hlut eiga geti þá tekið sjálf ákvörðun hvað þau gera, aðrar eftirlitsstofnanir geti líka tekið afstöðu. Þannig ég segi við ykkur að þegar að málum er lyft, þá er mikilvægt að það sé lagt upp í einhverja ferð sem hefur einhvern áfangastað. Gjör svo vel Brynjar. Já, það er svolítið að mörg að taka en kannski það sem manni finnst skipta þetta miklu máli, sko við vitum það að menn geta gert mistök og það getur verið ágreiningur. En það sem umboðsmaður er að lýsa hér virkar eins og að menn séu ekki bara að gera mistök heldur að gera ýmislegt gegn betri vitund. Það liggja fyrir upplýsingar, það liggur fyrir bréfi frá 20. maí 2014. Það eru ekki lagðar allar upplýsingar fram sem skipta máli í málunum í skoðun sem máls. Er þetta að kalla þetta mistök sem við getum sagt skiljanleg kannski, eða eru menn að gera hér eitthvað augljóslega gegn betri vitund til þess að ná einhverju fram? Ég ekki taka afstöðu til hvort það sé einhverja huglægar ástæðu til þess, en þið áttuð ykkur á því að mín fyrstu viðbrögð er auðvitað það á sínum tíma að ég átti mig alveg á því að þetta getur verið lögfræðilega umdeilt hvernig ég að túlka þessar refsiheimildir og allt hvað eina og menn voru kannski bara í fljótræði og tímaleysi að setja þessar reglur. Og hvað gerir maður þá? Jú, vegna þess að það er talið mikilvægt að hafa þessi úrræði. Þá reynir maður að hjálpa til þess að menn komi þessi réttan búning. Þannig að ég held að mönnum hafi alveg frá því að ég byrjaði að hreyfa þessu máttu vera ljóst að hvað sem leið ágreiningi þetta, já þá var allavegna sko verulega hætta og maður var að taka verulega áhætta af því að halda þessum áfram á þessum grundvelli. Hvað hefur ráðið því að menn gera þetta? Setja svör sín fram með þeim hætti sem ég lýsti. Ég held að við verðum eftir atvikum að gefa forsætisráðherra tækifæri til þess að spyrja þeirra spurninga. Ég held að máli sé bara statt á þeim grundvelli núna og það verður að vera sá vettvangur held ég næst. Svo verður að taka afstöðu til framhaldsins. Lokið spurningum Brynjar eða? Já. Gjör svo vel Jón Steindór. Já, þakka ykkur eða þér umboðsmaður fyrir þessa yfirferð og maður svona er talsvert hugsi eftir þessa yfirferð og svona það nýjasta sem hefur verið að gera í þessum málum. Mér langar eiginlega til þess að spyrja í framhaldi af spurningu sessunautar míns hérna hinn einbeitta vilja. Það virðist ekki vera hægt að draga aðrar ályktanir af því sem að þér er komið fram að í það minnsta
hafi menn nú best að vanda sig lagt sig fram það að einmitt að draga fjöður yfir það að það kunni hafa verið gerð mistök í þessu máli. Ertu sammála því mati? Ef ég ætla að fá að spyrja tveggja annarra spurninga bara ef ég má. Síðan Það er betra að það komi svar já, þá skulum við hafa það þannig. Berðu fram spurningarnar eftir. Gjör svo vel, umboðsmaður. Jú, ég segi bara enn og aftur við ykkur að þegar farið að velta fyrir sér huglægum ástæðum með einhverju slíku að baki því hvernig mann stóða þessum hlutum, þá fer ég varlega á þessu stíi. En hérna, ég held að það leynist engum svo afstæða mín að þarna hefði mann átt og þurft að gera þetta öðruvísi. Það er sé nokkuð ljóst. Þetta er bara allt en sko, þið verða að hafa í huga að hérna, og ég ítreka það við ykkur og ég hef nú áður haft kannski uppi sjónarmið sem eru nú ekkert alltof vinsæl, en ég segi bara við ykkur, svo þróun í stjórnsýslunni að búa til svona sjálfstæða stofnanir, sjálfstæða nefndir og annað eftir því, að þá er bara verið að fjalla í þessa ábyrgð sem þarf að vera fyrir hendi. Það má segja að það hefur fylgt þessu máli alveg frá því að frumvarp þetta var lagt fram hér í þinginu 2008. Hver var athugasemd Seðlabankans við það máli? Það var það að vitna til þess að í öðrum stað í lögunum segði að Seðlabankin gæti tekið ákvarðanir að höfðu samráði viðskiptaráðherra. Og Seðlabankin sagði, við erum sjálfstæðastofnun, við viljum hafa þetta eins, bara samráði, ekki samþykki. Og þar er kannski grunn vandamáli í þessu að það var ekki skilningur, hefur ekki fylgt þessu máli þá skilningur, að þarna erum við að fást við málefni, þar að segja að við erum að fást hvort að menn hafi unnið til refsinga og það bara þarf að viðhafa aðrar aðferðir heldur en að lúta að peningamála stjórn landsins. Þetta er bara flóknara viðfangsefni heldur en svo lagalega séð. Og þetta viðhorf hefur einhvern veginn fylgt þessu máli alla tíð. Og ég segi bara við ykkur, lærdómurinn af þessu er kannski sammenning að passa upp á það að setja ekki þessi verkefni á allavega eina hendi. Ef ég má bara fylgja eftir því sem að þú ert að segja núna síðast, telurðu eða geturðu nefnt dæmi hugsanlega stofnanir og nefndir, við höfum nú eins og þú réttilega bendir á fjalla svolítið vald úrskurðarnefnda og sjálfstæði þeirra, en telur að það sé tilefni til að skoða með hvað eigum að segja markvissum hætti þetta fyrirkomulag víðar en hjá umræddum nefndum, heldur að það séu fleiri stofnanir þar sem að það er búið að safna þessum verkefnum á eina hendi og það sé sama hætta uppi og við erum að velta fyrir okkur að sé í Seðlabankanum. Ég hef nú ekki gert tæmandi út þetta á þessu, en við höfum áður rætt þetta varandi stjórnsýslu nefndirnar eða sem sagt úrskurðarnefndirnar, og ég veit ekki til annars en að við forsætisráðuneytisins sé verið að láta vinna úttekt einmitt á þeim hlutum sem getur þá verið mælikvarða á því í hvaða tilvikum að þetta vera. Nú, ég hef nýlega sent frá mér álit þar sem ég vek athygli á þessu grundvallar spurningu varðandi það að við erum að auka vægi hér stjórnarskrár í mannréttindasamninga og fjölþjóðlega samninga. Þetta eru réttindi borgarana, þetta er hluti af lögum landsins. Það hefur verið afstæða þessari sjálfstæðu úrskurðarnefnda að þær geta ekkit fjallað slíkar málsaðstoð borgarana og segðu bara pass. Við fjöllum ekki nema hluta af þeim lagalega grundvelli sem ákvarðanir byggja á. Og ég vek athygli í þessu áliti að það gangi auðvitað ekki. Það þarf einhver að finna til þess leið. Ráðherrarnir, ef þeir fá svona viðfangsefni, þá hafa þeir möguleikin að fara til þingsins og hugsanlega breyta lögum. Það er alls konar svona álitaefni sem fylgja þessu. Og það er í þessu efni að því varðar sjálfstæða stofnanir, þá vek ég athygli ykkur á því að þessar stofnanir hafi í mörgum tilvikum líka fengið þessar stjórnvaldssekta heimildir. Og svo hafa menn stigið næsta skref, menn að fengið sáttaheimildir. Og ég hef áður hreyft í að slíkar heimildir eru mjög vand með farnar. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú lýkur máli með samkomulagi,
já þá nýtur þú engra þeirra réttastöðu sem þessar stjórnsýslureglur hljóða þú bara semur þig frá því. Og það er annað sem að auðvitað verður að hafa í huga, að margar þessar stofnanir fara í raun og veru verulega mikið vald. Hvers konar vald? Jú, það er valdið gagnvart þeim aðilum sem að undir þær heyra. Þetta geta verið einstaklingar, en í flestum tilvikum er þetta sem fyrirtæki sem er að starfa á hinum almenna markaði. Ég þekki það bara fyrir störfum minn sem fjármálamarkaðurinn er mjög viðkvæmur fyrir opinberum afskiptum. Þannig að það hefur bara bein áhrif á stöðu þessara fyrirtækja því varðar lánshæfismat, lánamöguleika, alls konar mat sem gert er af hálfu eftirlitsaðila líkra. Þannig að það er alltaf þessi tilhneiging að menn semja þá bara til þess að kaupa sér frið. Og þess vegna segjum við ykkur að við verðum að vera svolítið á varbergi gagnvart þessum hugmyndum sem oft koma utanfrá. Við erum að taka þetta í fóstur frá einhverjum alþjóðlegum stofnunum. Við verðum bara að vera fólk til þess að segja við okkur á þetta við, passar þetta? Erum við að veita borgurunum það réttaröryggi sem að við þurfum að passa upp á? Auðvitað er það misjafnt hvernig við fara með þessar heimildir og maður verður að ætla það í flestum tilvikum þá passi menn sig og fari vel með þetta. En það er þessi hætta fyrir hendi og þetta er eitthvað sem að þið þurfið öðru fremur að passa upp á. Er ástæða til þess að hafa þetta fyrirkomulag út frá þeim hættum sem við kannski sjáum akkurat í atburðarás þessa máls. Og meðan það hlutar sem ég hef, þá get ég ekkert annað en sagt bara frá því, vakið athygli á því, ég hef engar heimildir til þess að segja hvernig ég að gera þetta, en ef ég læt ekki vita af þessu, þá tel ég mig ekki standa mig í stykkinu. Má ég bæta við einu? Mér fannst líka athyglisvert það sem að framkom í máli umboðsmanns varðandi og núna síðast í bréfri til forsætisráðherra hvað ég var að segja að menn hafi gert fjölmiðlum viðvart aðgerðir sem að væru fyrirhugaðar án þess að ég hafi eiginlega það konkrétt dæmi, en þá einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að svona laga kunni nú að hafa gerst áður í samfélaginu að fjölmiðlar hafi haft veður af einhvers konar aðgerðum. Telur að, eða hefur veltið fyrir þér svona í tengslum við þetta, hvort að þetta sé vandamál eða sé komi oft fyrir eða hefur eitthvað veltið fyrir þér, því að mér finnst þetta mjög athyglisvert, því að hluta til er það nú þannig að oft eru stofnanir vilja vekja athygli á störfum sínum með einhverjum hætti og hvort það sé ástæða til að taka þetta til sérstaklega umfjöllunar. Þess að ég nefndi hérna þá hef ég gegnum tíðinu auðvitað fengið ábendingar svona hluti. En við mögum ekki gleyma því að í landinu starfa líka frjálsir fjölmiðlar og starfsfólk þeirra er duglegt, það fylgist með og oft á tíðum er kannski ekki hægt með glöggum hætti að greina það að hvort að dugnaður og athygli fjölmiðlamanna hefur einfaldlega að fanga það að nú er komið að augnablikinu. Þannig að þetta er ekki alveg einhlítt þó að fjölmiðið sé viðstaddur einhverja slíkar athafnir, það er ekki að draga samansendmerki á milli þess að þeirra við fengi vitneskjum frá einhverjum opinberum starfsmanni. Þannig að almennt þá auðvitað held ég líka að það verður að fara varlega í þessu leyti, en ef að það liggur beinlínis fyrir að frumkvæðið er komið frá opinberum starfsmanninu sem fer með rannsóknarheimildirnar, þá þurfum við að vera á varbergi. Takk. Fjölnir Sæmundsson, gjör svo vel. Já, takk. Takk umboðsmanni fyrir þessa yfirferð. Mér langar aðeins að spyrja út í það sem var að tala hérna afstöðu ríkissaksóknara, og ef ég skildi þér rétt að þá er Seðlabankinn að skrifa bréf til ríkissaksóknara, ég náði ekki alveg dagsetningunni, þar sem hann er að óska eftir þessum upplýsingum eins og hann hafi ekki haft þær fyrir. En svo sé ég hér í
afstöðu ríkissaksóknara, hún bara staðfesting á ákvörðun sérstaks saksóknara. Og það ekki rétt skilið hjá mér, hann ekki að staðfesta neitt frá sérstöku saksóknara nema einhvern hafi kært þá ákvörðun. Þannig að hver kærði þá þessu ákvörðun til sérstaks saksóknara ef Seðlabankinn vissi ekki hann hlýtur á að fengi þessi bréf, ekki satt? Já, sko, í þessu tilgjum var Seðlabankinn kærði. Sko, það ekki rétt að Seðlabankinn hafi ekki haft þessi gögn, sko, og þessi bréfaskipti við ríkissaksóknara ekki beinum að fá afrit af þeim. En hann að kæra einhverja niðurstöðu? Já, hann að kæra niðurstöðu. Það sem við erum líka að hafa í huga og kemur fram hjá Seðlabankanum að þeir leituð eftir svörum frá ríkissaksóknara var ekki 2012? 2011 held ég. Já, 11-12. Þá eru þeir að spyrja þá hafði komið fram í fjölmiðlum umfjöllun það það ekki að vera vafið þessar refsiheimildir og Seðlabanki skrifar þá bréf til ríkissaksóknara þar sem hann óskar eftir því að fá þá eindregna afstöðu hvort þetta sé rétt og ef þetta sé ekki rétt sem að verið að bera fram í fjölmiðlum að þá leiðrétti ríkissaksóknara það Seðlabanki fékk eins og ekki svar við því bréfi. Já. Og það hefur komið fram síðar þegar Seðlabanki gekk eftir því að þá hafði ríkissaksóknari talið að það væri ekki rétt vegna hugsanlega vanhæfisspurninga að fjalla þetta og taka afstöðu. En þessu bara halda til haga. Það sem gerir síðan það að þetta bréf sem að sendir þarna núna eftir að áliti liggur fyrir frá mér í janúar. Það var verið að ganga eftir því við ríkissaksóknara hvort það væri virkilega rétt að ríkissaksóknari hefði tekið þessa einarðu afstöðu strax þarna 2014 og það svari við því sem kemur svo. Já, það bara staðfest að það hefur verið eindregin niðurstaða. Þetta bréf sem ég hef með hér, þetta sem sagt bara úrdráttur þinn úr afstöðu ríkissaksóknara, það ekki? Þetta bara klift út úr því? Út úr því. Og sko, Seðlabankinn hafði þessa afstöðu ríkissaksóknara strax árið 2014. Já, það liggur ekki annað fyrir. Nei, það liggur ekki annað fyrir. Nei. Það liggur ekki annað fyrir. En það verður hún, sko, aðtuga það, að maður sé það í atburðarásinni, ég myndist þarna á það í skýrslu lagastofnunar er vísað í lögfræðilegt árit sem að Seðlabankinn rafnar hjá lögfræðingi út í bæ. Það kemur bara í beinu framhaldi af þessum afstöðum ríkissaksóknara. 19. júní. Og hérna þar færir sá lögfræðingur rök fyrir því að hvað sem líður í raun og voru þessar afstöður ríkissaksóknara þá séu ekki líkur á að dómstólar að það muni halda, þessi að halda áfram. Hann hreyfir að vísu mjög sérstakri niðurstöðu sem ég ætla nú ekki að hafa eftir hér. Við skulum láta Seðlabankanum það hvort að hann vil birta þessa álitsgerð. En eins og ég segi, ég sé alveg ljóst að þeir voru aðilar að þessu máli. Já. Og höfuð atriði hjá þeim var það, eins og ég sagði hérna áðan, það lá fyrir að tilteknar reglur höfðu ekki verið birta með réttum hætti eða var ekki bara samþykki ráðherra. Já. Það var málflutningu þeirra að þá ættu menn að teygja á öðrum reglum. Það er að segja að þær ættu þá að gilda þann tíma sem að hina reglurnar hefðu átt að gilda. Þannig að þetta eru ansvör ákæruvaldsins við hérna kröfugerð Seðlabankans. Já, svo vel. Sko, ef ég skildi rétt á cirka 2008 sem þessar reglur refsiábyrgð eru skrifaðar eða ekki, sem fá svo aldrei staðfestingu eða ríkissaksóknari segir að sé ekki nothæf refsiheimild. Er það bara Seðlabanki sjálfur sem skrifar þessar refsiheimildir inn? Nei, eins og ég lýsti á það, þá er það þannig að það er sett bráðabirgða ákvæði gjaldeyrishöftin inn í lögin gjaldeyrismál í árslok 2008 og það var auðvitað til þess að takast á við þennan vanda sem uppi var mögulegt útflæði á gjaldeyri og eftir atvikum að ná inn gjaldeyri sem að þjóðarbúið þurfti að fá. Þannig að þetta var hluti af þeim ráðstöfunum sem verið var að gera til þess að koma hér skikki á efnahagsmál. Og einn hlutur af því var það að menn í sjálfum sér hérna, og ég held að það sé alveg rétt að átta sig á því að þegar að menn er að setja þessar reglur þá kannski voru menn ekki alveg með það í huga í raun og veru á hverju þyrfti að taka. Og það er í sjálfum sér ekkert með eðlilegt að menn þurfi einhvern veginn að byrja og svo þurfa menn bara að laga. Það er farin svo leið að þetta er allt sem sagt lagt til Seðlabankans, hann í raun og veru mótar þessar reglur og fær svo samþykki ráðherrans.
einn þáttur þessara lagaákvæðis var sem sagt regla að brot gegn ákvæði þessu varðaði refsingum og stjórnvaldssektum samkvæmt tilteknum greinum og þetta atriði að því varðar refsimálin, það lítur bara að því. Síðan setur Seðlabankinn þessar reglur á að fá samþykki ráðherra og fær það í öllum tilvikunum í einu og svo reynir bara á þessa refsiheimild og það það sem að ríkissaksóknari að segja það vald var aldrei það var aldrei fært í Seðlabankans það vald að mæla fyrir refsingar með þessum hætti. En svo myndist þér á minnisblað og þú sagði beinleinis að í þessi minnisblaði frá ráðuneytisstjóra það hefði verið sagt að við skulum ekki láta umboðsmann vita. Er það ekki rétt? Nei, það var þannig að ráðuneytisstjórin, þetta er undirbúningur að því að svara umboðsmanni og þar lýsir ráðuneytisstjórin því að það sem gert var fyrir hálfur ráðuneytisins að þessu bréf komið fram upplýsingar það að lögunum verði breytt og það er í framhaldi af þeim umræðum sem áttu þessu stað. Þá lýsir fulltrúi Seðlabankans á fundinu því að það kunni að vera varasamt vegna þess að í því kunni að felast einhver viðurkenning stjórnvalda á því að menn hefði gert eitthvað rátt. Það er það sem þú ert að setja út á. Stjórnvalda eiga bara viðurkenna. Já, ég menna ég hef alltaf, ég held ég hann sagt það hér á einhverjum að fundum að auðvitað verða alltaf mistök, ég menna það við komum aldrei í veg fyrir það og hvað eiga menn að gera þá til þess að það er að bæta úr þeim og laga og við verðum að við getum ekki haldið áfram að böðlast á borgurunum bara því að stoltið svo mikið og við þurfum að játa okkur kannski að við höfum ekki haft lagalega grundvöld fyrir einhverjum fyrir ákvörðum. Við verðum bara að passa upp á það að leggja þetta í réttan farveg. Stoltið má ekki bera með ofurlega þessu leitinu til. Já. Ég veit ekki hvort það getur svara fyrir það fyrir álit lagastofnunar og þar er svo á blaðsíðu 16 sem verið að gefa í skinn að það hafi ekki það stendur nánast útilokað var fyrir einstaklingu og lögaðila átt að sjá hvaða undanþágur voru gefnar og ákvaða forsendur. Er verið að gefa í skinn að það er ekki sömu reglur gilt þarna fyrir alla, það er ekki sömu forsendur eða undanþágur gilt fyrir alla. Bara hef ég ekki átt aðstöðu til að finna þetta en það sem auðvitað voru átt að sjá að hluti af því gagnrýni sem að ég kem á framfæri var gagnrýni sem hafði komið til mín það að framkvæmd var þessu undanþágur hún væri ógagnsæ reglurnar væri ekki ljósar svo voru menn að bæta úr því með leiðbeiningum og aðalættir var bara þetta fólk vissi ekki og fyrirtæki vissi ekki á hvaða grundvelli var að vera að taka þessa ákvarðanir. Það var á þessum tíma ekkert upplýsingaflæði frá bankanum það var bætt úr því síðar og þessi úttekt sem að lagastofnun fer í, hún beindi sérstaklega því og það er rétt eins og þú segir að það eru hreyft verulegum athugasemdum við það atriði og það er í raun og veru annað heldur en þetta refsi moment en þó blandast það inn í það að við maður alltaf sagt að grundvallar atriði varandi refsi heimildirnar enn og að borgararnir geti gert sig grein fyrir því hvort þeir eru að brjóta lög og reglur og það má auðvitað sjá það strax að þegar að grundvöllurinn undir öllu byggsinu hvort að þú mátt nota gjaldeyrin eða hvort þú þarft að skila honum með hana ef að það er óljóst þá er kannski ekki von á því að grundvöllur refsingarna verði betri. En ég segi það við ykkur og við verðum að passa upp á það að menn setja þessar reglur, fara á stað við þetta mjög þröngar aðstæður og það er í sjálf sér ekki þetta að gera athugasemdi við það að það kunna menn að við ekki alveg séð fyrir allt. En þegar að fóra að róast, þá sagði ég, þá eiga menn að laga þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég var búin að setja mig sjálfa á mælendaskrá og langar fyrst að bara þakka fyrir þessa ítarlegu yfirferð sem að hefur nú skýrt málið heldur betur fyrir okkur. Varðandi afstöðu ríkissaksóknara þá eru þetta nokkur mál og ýmist er ríkissaksóknari að tala bara ónógar refsiheimildir og hins vegar þetta varðandi skort á birtingu. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Nei, skort á samþykki, segi ég.
nú hef ég nú ekki kortlagt þessar afstöður en hérna sko alveg nákvæmlega, en það sem auðvitað það þannig eins og alltaf í þessum tilvikum að það eru atriði sem lúta í þessu tilviki að það kemur í ljós að það fékkst ekki samþykki fyrir tilteknum reglum. Síðan reynir auðvitað líka á það að hvort að hérna það atvik sem að verið að sækjast eftir að koma frá refsingu, hvort að það fellur að sko brota lýsingunni, hvort að bara verknaðarlýsingi passar og það voru nokkuð slík mál. Svo voru þetta spurningum það hvort að þessar leiðbeiningar sem að einhverju leyti blönduðust inn í þetta væri fullnægjandi og annað, þannig að það voru alls konar slíka atriði. En það sem að eins og ég segi, hvað sem öðrum málum líður, þá í þessum málum þessi einarða afstaða, og við mögum ekki gleyma því að lögfræðilega þá er ríkissaksóknari búinn að komast að því að máli snýst í raun og veru tilteknar reglur. Hann kemst að þeirri niðurstöðu þær voru ekki réttilega birtar. Þá kemur Seðlabankinn og segir þá eiga eldri reglunar að gilda og hann kemst að þeirri niðurstöðu það gengur ekki. Og þar af leiðandi hefði hann kannski geta sagt bara pass, ég er búinn að afgreiða málið. En af einhverju ástæðu þá telur ríkissaksóknari ástæðu til þess að lýsa bara almennu afstöðu sinni til þess að reglur bara ekki í lagi sem refsiheimild. Og það það sem við sitjum með. Í skýrslu Lagastofnunar þar ekki fjallað neitt sérstaklega þessar niðurstöður ríkissaksóknara, en þó skildist mér áðan að það væri eitthvað á þær minnst. Telurðu að Lagastofnun eða höfundar skýrslunar hafi fengið allar þessar ákvarðanir ríkissaksóknara í málunum, að þeim hafi verið alveg ljóst hvað þar var á ferðinni? Nei, ég tel að þær upplýsingar sem ég hef núna bendi til þess að þeir hafi ekki haft þar. Og hvað hef ég til margs það? Það bara skýrslan eins og hljóðar, það bara vitnað í þessa álitsgerð lögfræðingsins. Lýsing hans á þessum niðurstöðum mjög fátækleg. Það ekki tekið upp þessi texti. Síðan hefur innri endurskoðandi Seðlabankans sem að annaði samskiptum við fulltrúa Lagastofnunar gert mig grein fyrir því að það virðist eins og þeir starfsmenn Lagastofnunar sem unni í málinu hafi ekki fengið þessar afstöður. Eina vitneskja sem þeir átt að hafa það var í gegnum þessa álitsgerð og tilteknar annað minnisblað. Ég held bara að það hafi ekki átt að verið nægjanlegt til þess að maður getur sagt að það er að séð þetta og vita þetta. Ég hef líka haft samband við höfundana og eftir því sem að þeir fá best séð þá kannast þeir ekki við að haft þetta. Telur umboðsmaður þá að niðurstaða Lagastofnunar hefði orðið önnur ef að höfundar hefðu vitað af þessari margítrekuðu afstöðu ríkissaksóknara til málsins og svo sem sérstaks líka? Auðvitað get ég ekki fullyrt það. En ég held að okkur sem höfum lokið lagaprófi og eru nú að sýsla við þessa lögfræði sé ljóst að þegar að ríkissaksóknari tekur til orða með þeim hætti sem þarna var gert, þá sé það eitthvað sem að við hljótum að taka afstöðu til og allavegna birta. Og ég eins og í mínu tilviki, þegar ég að skrifa þetta bréf 2015, orðfæri mitt og athafnir hefðu verið með öðrum hætti ef að mér hefði verið þetta ljóst. Ég get ekki sagt það, en mér finnst bara almennt að því ég varða lögfræðinga þá ger ég bara ráð fyrir því að menn virði það sem kemur frá ríkissaksóknara. Því ég meina, við erum þarna með sérhæft stjórnvald sem hefur þessa einstöku stöðu að taka afstöðu til þess hvort það að fylgja fram einhverjum refsiheimildum og hvort það grundvöllur til þess. Og það bara endanlega lyktir ef hann telur ekki rétt að fara með málið. Þá það bara búið. Og ekkert við því að gera? Nei. Ég meina það liggja allir nýlegir dómar Hæstaréttar fyrir það að það ekki þetta bera allir svona ákvarðanir ríkissaksóknara undir hæstdóm, nema það sé þá gert á grundvelli ógildingar á einhverjum stjórnvaldsákvörðum eitthvað slíkt. Þannig að ég held að sé öllum ljóst að hvaða stöðu ríkissaksóknari hefur. Nú kemur líka fram hjá umboðsmanni það að hann telur að Seðlabankinn sé svona ekki alveg að gæta að
hlutlægni skyldu sinni og hefur maður nú séð þetta áður til dæmis í orðum sem að varða ríkislögmann að þetta sem stjórnvald, sem svona stórt stjórnvald verði stofnunin eða Seðlabankinn að gæta að ákveðni hlutlægni. Er það rétt? Já, ég hef hreyft þeim sjónarmiðum að það sé nauðsynlegt að menn gerir sig grein fyrir því að það er vandmeð farið valdið úr sérstakar staða sem menn hafa til dæmis í samskiptum við einkaaðila í dómsmálum. Þá hef ég viljað leggja áherslu á þetta og ég er ekki einn þetta vegna þess að þetta hefur svona verið vaxandi umræða allir með svona Norðurlöndunum af hálfu þeirra sem er að skrifa og fjalla stjórnsýslu og stjórnsýslurétt. Það sem menn hafa sagt sem svo að þessi yfirvöld í svona samskiptum verður þetta bara gæta sín svolítið, þau hafa ákveðna hlutlægnisskyldu og ég held að við höfum alltaf gengið út frá allir ákæruvaldið að það fer ekki fram hvernig sem þið sýnist, það gætir á að gæta ákveðna hlutlægnisskyldu. Sumir hafa gengið svo langt meiri að segja það að það sé eitthvað sambærileg skylda sem hvílir á þeim sem fara með dómsmál fyrir hönd opinberra aðila. Ég er ekki viss að við getum að gengið alveg svo langt, en það er einhver staðar þarna milli vegur. Ég sé þetta í áliti eða erindum umboðsmanns varðandi ríkislögmann til dæmis og svo sem borgarlögmann líka. Við höfum hreyft þessu líka nýlega í áliti sem varðaði kærunefnd útboðsmála og viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins í tilefni af athugasemdum sem fyrirtæki gerði. Ef maður velti fyrir sér þessu hlutverki í Seðlabankans varðandi rannsókn mála og meðferð og þá ákvarðanatöku í þeim málum sem ekki teljast meiri háttar, erum við þá að gera, er það þá rangt að setja þessa sektarheimild til bankans? Ætti öll viðurlaga ákvörðun að vera annar staðar? Við mögum ekki gleyma því að hún var annar staðar. Fjármálaeftirlitið fór með rannsókn þessara mála og sektarheimildina til 2010. Svo töldu menn einfallega að það var, kannski málum væri ekki fyllt nægilega eftir. Maður sér það í gögnum að það talið að kannski menn hafi ekki haft náðilega þekkingu, ekki átt að segja á þessu, þetta er fært til Seðlabankans. Það er ekki ástæðulausu sem að við höfum verið að stíga fleiri og meiri skref í því að greina á milli rannsóknar sakamála, ákvörðun að taka ákæru og tala nú ekki svo dóma. Ég held að það sé almennt betra að þetta sé ekki allt á sömu hendi og þess vegna hef ég til dæmis haft ákveðnar áhyggjur af þessum stjórnvaldssektum út frá því sjónarmiði. Takk fyrir Óli Björn. Gjörðu svo vel. Takk hérlega. Það eru svona nokkur atriði, aðeins fyrst að bréfi sem að umboðsmaður skrifar til forsætisráðherra núna og vil bara fá að vita varðandi húsleitina hjá Samherja í mars 2012 og eins og rakið í bréfinu að þá voru þar frétta- og myndatökumenn Ríkisútvarpsins þegar búin að koma sér fyrir þegar að húsleitin átt sér stað á 2 stöðum. Er það réttu skilningur minn að umboðsmaður hafi ástæðu til að ætla með þær upplýsingar sem að hann hefur fengið á grundvelli 18. greinar laga umboðsmann að starfsmenn Seðlabankans hafi upplýst fjölmiðla þessa húsleit í ákveðnum tilgangi, meðal annars eins og kemur fram að einhvers konar fælingar áhrif hafi síðar daginn byrt ákveðna frétt og sett frétt í gegnum svona RSS fréttamiðlum og það hafi síðan valdið viðkomandi fyrirtæki eins og segir í bréfinu ef ég má vitna beint í bréf umboðsmanns fréttu rannsóknar
aðgerð í máli sem bankinn hafi til rannsóknar og því að fréttin eins og hún var sett fram og dreift hafi verið til þess fallin að skaða bæði innlenda og erlenda viðskipta hagsmuni og orðspor fyrirtækisins. Nú spyr ég umboðsmann á grundvelli þeirra upplýsinga sem hann hefur fengið í trúnaði frá uppljóstara. Er þetta tilgangur með því að svona gefa fjölmiðlamönnum ávæningu það hvað stæði til? Nei, það var ekki hægt að tengja þetta saman þessum hætti. Það eina sem ég ger í þessu, ég segi þetta í bréfinu, að ég telji þessar upplýsingar og ég nú aðdraganda þess sem áður hafi verið, að þessar upplýsingar gefa mínu áliti til til að kalla verði eftir hver var í raun hlutur starfsmanna gjaldeyrisins Seðlabankans í að upplýsa starfsmann ríkisumbina fyrir þú húsleik. Á þessu stíði þá ekki hægt að tjá sig frekar þetta atvik og hvað þarna var. Það hlýtur að verða þá bara að kanna það hvort að, nú ef að þetta bara rangt og þá kemur það í ljós, þá þarf maður bara að skoða betur þær upplýsingar sem fyrir liggja. Það sem að vakti athygli mína var það að þegar Seðlabankastjóri tekur þannig til orða að menn með ekki gleyma því að tiltekin aðgerð, rannsóknar aðgerð í sakamáli hafi haft fælingar áhrif. Það að vísu tekið fram að það hefði ekki verið haft í huga þegar þetta átt sér stað og þetta hefði líka ekki verið löglegt að byggja á þessu. En bara það að menn hreyfi þessu sjónarmiði, það kveikir viðvörunarbjöllur hjá mér það að menn verði að vera á tánum að svona til framtíðar, þá gerir mig þetta ekki heldur. Þannig að ég segi við ykkur, ég held að menn verði bara að sjá hvað setur. Ég hafði á sínum tíma fengið líka ábendingar þessa frétt sem að var birt og þess vegna spyr ég einfaldlega á hvaða lagagrundu telur bankinn sér heimilt að gera þetta. Og það má alveg hugsa sér að þeir hafi talið einhverja heimild fyrir því og þá fáum við hana bara fram. En það að fara fram með fréttir og frásagnir af málum, boða til blaðamannafunda þegar að málið á rannsóknarstigi, verið að beita rannsóknarúrræðum, bara mjög varasamt og vand með farið. Við skulum hins vegar ekki fyrirfram vera að gefa fólki upp einhverja skoðanir, en við þurfum að nota öll svona tilefni og tækifæri til þess að læra af þeim og passa upp á það að menn vandist þetta framvegis. Takk. Aðeins vilkjað öðru. Í bréfi eða álitiðinu frá því janúar síðastliðnum þá sér það ástæðu til þess að svona skýra út hvað felst í jafnræðisreglunni. Jafnræðisreglan felst ekki í því að brjóta á öllum jafnt. Ég velti eins og fyrir mér svona miðað við það sem við vitum í dag hvaða og viðbrögð sem að við höfum fengið annars vegar frá yfirstjórn Seðlabankans, frá bankaráði Seðlabankans, frá einstökum bankaráðsmönnum með bókurum sem að fylgir greinagerð bankaráðsins til forsætisráðherra. Hvaða fordæmi umboðsmaður telur að hafi núna skapast með svona viðbrögðum Seðlabankans, viðbrögðum bankaráðsins við þessum stjórnsýslu aðgerðum Seðlabankans. Hvar er fordæmi og hvaða fordæmi hafi verið gefin, ef einhver? Það er nú kannski ofsnemmt að draga einhverja slíkar ályktanir því að málin er ekki lokið. Ég veit ekki betur en að forsætisráðherra sé með til athugunar þessa greinagerð og hvort að hún kemur tilefni til einhverja viðbragða. Það liggur ekki fyrir endanlega þó að Seðlabankinn hafi lýst vilja til þess að endurgreiða þessar sektir og taka upp einhverja sáttagerðir. Þá liggur ekki alveg fyrir hvernig það verður gert og annað. En þannig að ég held að sé nú á snemmt kannski að draga einhverjar segja hér liggja fyrir fordæmi einhverja hluti. Ég held að það sé á snemmt að þannig að ég fara að gera það. En auðvitað hljóta menn svo hafa blandast inn í þessu auðvitað samskipti bankaráðsins og Seðlabankans, starfsmanna hans.
þau mál hafa líka verið viðfangsefni hjá mér og ég hef lýst ákveðnum hlutum í úrlausnum kvörtun á því leitinu til og þar kannski eitthvað sem að menn þurfa að hugsa líka, ekki síst kannski ef að menn eru nú að auka og stækka þá stofnun, bæta við verkefnum. Ég minni á þau orð sem ég sagði hér áðan sjálfstæðar stofnanir og viðfangsefni og verkefni. Ég sá nú ekki annað en að seðlabankastjóri sjálfur í þessu nefnda bréfi hafi hreyft sjónarmiðum það að menn skyldu hugast betur að þeirri stöðu og ég skil það bara mjög vel vegna þess að eins og ég lýsti held ég í þessu bréfi mínu 2015 að þá seðlabankin og seðlabankastjóri í þeirri sérstöku stöðu að þeir þarf að koma fram, útskýra margvíslegar ákvarðanir og forsendur fyrir þeim ákvarðunum sem seðlabankin að taka til þess að þetta hafa áhrif á efnahagsstjórn og efnahagsmál og það var ekki alveg sama að þurfa kannski að vera tjá sig einstakar stjórnvaldsákvarðanir eitthvað slíkt. Þannig að maður verði átt að segja á því hlutverki sem að seðlabankinn hefur í grunninn og svo þessu viðbótarverkefni. Takk fyrir. Nú verði ég að fara að hleypa öðrum að sem hafa ekkert fengið að komast að. Ég get sett þið aftur á mælendaskrá. Jón Þór, gjörðu svo vel. Já, takk. Þú er bent á að valdið, þá er sett mikið vald á eitt stað þarna inn í seðlabankanum sem hann alltaf býður náttúrulega upp á geðþótta og brota lögum. Þannig að fyrir spurningin er hvar lá ákvörðunarvaldið að sem sagt halda áfram og að rannsaka og sekta og semja þá við borgara eða lögaðila sem mögulega höfðu brotið af sér í þessum málum. Var það hjá seðlabankanum? Var valdið allt þarna? Eða fóruð eitthvað út fyrir valdsvið sitt hvað það var þar? Eða var kannski bara allt valdið þarna en þeir bara fóru ekki að stjórnsýslulögum, þar að segja rannsakamáli nógu vel, taka upplýstar ákvarðanir eftir þeir fengu þessar upplýsingar hjá ríkissaksóknurum það að engin notað refsiheimild hafi verið til staðar. Hvar eru þessi mögulegu brot raunverulega og var þessi valdheimild í rauninni hjá þeim en stjórnsýslulögum voru ekki bara virt? Þetta er fyrir spurningin. Ég sagði þetta áður. Ég segi möguleg brot. Já, áður, Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun. Í því felst að ráðherra getur ekki skipt sér af einstökum ákvörðunum. Spurning með bankaráði, ég ætla ekki að fjalla á þess stíi. Í þess tilviki var maður reglur sem hefði þurft að fá samþykki ráðherra. Það var ábending mín á sínum tíma að maður getur nú hafa samband við ráðuneytin líka og því að þau voru involverið í þessa og auðvitað hefur ráðuneytin kannski geta gripið til einhverja ráðstafanir því að fella reglurnar hreinlega niður eða eitthvað slíkt. Ég ætla ekki að útiloka það tæknilega. En að því að bankinn er sjálfstæð stofnun, það er enginn sem að skipar honum fyrir. Að því leiðir líka að við borgararnir sitjum með það að starfsmenn sjálfstæðar stofnunar og stjórnendur þeirra geta þess vegna tekið einhverjar ákvarðanir sem síðast reynast ekki hafa fullnægjandi grundvöll. Og þá er aðstæðan einfaldlega svo að það kann að vera að sá sem fyrir hefur orðið fari í skaðabótamál og þá þurfum við sem skattborgarar að bera þann kostnað. Til þess er stjórnsýslan ekki. En það er ekki neitt sem að bannar sjálfstæðri stofnun og starfsmönnum þeirra að fara fram með þessum hætti en við sitjum bara upp með afleiðingarnar. Það var það seinni spurningin. Þú nefnir að mistök eru gerð þá þarf að upplýsa þau sjálfsögðu og finna þá sem er ábyrgðir að sjálfsögðu og svo náttúrulega leiðrétta þau. Hvernig eru lögin í dag? Er Seðlabanki Íslands ennþá með þessar heimildir til að rannsaka, sekta og semja við aðila sem þeim fyrst hafa brotið á þá annars vegar í þessum lögum eða er ekki ennþá með einhver mál sem eru til staðar eða fóru bara allar þessar heimildir með afnámi haftana og þetta skiptir máli í því ljósi að ef það eru svona miklar heimildir ennþá til staðar inn í Seðlabankanum þá í þessum gjaldeyrismálum eða einhverjum öðrum málum þá þurfum við sérstaklega að skoða það að færa þær valdheimildir til og dreifa þeim þannig að það bjóði ekki upp á geðþótta. Við erum kannski skipt þessi tímabil. Ég sagði það að það verður gjörð breyting á lagalegu umhverfi 2011. Þá er þetta fært inn í lögin og lagalegt umhverfi er allt öðruvísi. Sáu það hins vegar að í þessu máli sem var tilefni álitsins núna í janúar þá verða að taka ákvörðun 2016 í máli vegna brota sem að tala voru 2010. Ég veit ekki hvort að það er einhver eldri mál frá tíð regnanna enn í gangi, ég veit það ekki. En
á grundvelli þessara nýju lagaregna þá hefur Seðlabankinn ákveðnar heimildir til þess að leggja á stjórnvaldssektir, gera sættamál. Ég hef ekkert skoðað meðferð þeirra mála. Þannig að ég segi ekki neitt um það. Takk. Takk fyrir. Það er Líneik Anna, gjörðu svo vel. Já, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir bara þessa mikilvægu yfirferð sem hér hefur farið fram og byrja á því kannski bara að fá það staðfest sem er komið fram í umræðinni að næsta skref er að forsætisráðherra fái tækifæri til þess að fara yfir bréfið sem að þú hefur sendt þangað, en það væri kannski ef þú getur eitthvað aðeins tjáði hlutverk okkar sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í framhaldi af þeim málum sem nú eru í ferli eins og hjá forsætisráðherra. Og síðan er það, við erum hér með hér blað úr afstöðu ríkissaksóknara frá 20. maí 2014. Þú getur sagt okkur aðeins meira afstöðu ríkissaksóknara, því þarna erum við náttúrulega bara með útskrift úr því. Raunin er fleira sem að þar kom fram sem að nefndin ætti að kynna sér. Ég hef einhvern tíma sagt við ykkur á það fer nú kannski ekki vel að hjúin sé að segja húsbændanum hvað þeir eru að gera og hef alltaf farið mjög varlega í það að hafa upp í slík sjónarmið. Það sem ég hef sagt við ykkur að allavega að mig varðar, þá lít ég svo á að málið sé hjá forsætisráðherra og þar er ekki búið að ljúka því hvort að mér alltaf aðhafast eitthvað frekar í framhaldi af þessari greinargerð bankaráðsins. Þetta bréf mitt er bara innlegg inn í þá vinnu og það kemur í ljós. Nú er það þannig að ég er hér að segja ykkur að það hefur komið fram í þessu tiltekna máli afstaða ríkissaksóknara og ég hef sagt ykkur líka og það kemur fram í áliti minnu að það eru fleiri niðurstöður þar sem að gátu gefið vísbendingar hluti. Ég held að fara ekkit vel á því að ég sé einhvern veginn að leggja út af hans afstöðum og gerðum í meira mæli heldur en við getum lesið bara í hinnu skriflegu gögnum. Það verður svo að vera bara mat nefndarinnar hvort að hún til dæmis telur tilefnis og óska eftir að fá ríkissaksóknara sinn fundið eitthvað slíkt eða fulltrúa hans. Það sem að ég sagði það við ykkur áðan að við höfum ekki gleyma því að þetta mál er ekki nýtt á ykkar vettvangi og auðvitað reynir þá líka á þessa spurningu nákvæmlega eins og ég er í þeirri stöðu, ég get ekkert brugðist við ef ég fæ ekki upplýsingar og þess vegna skiptir það máli fyrir okkur öll sem eigum að hafa svona eitthvað eftirlit með þessum hlutum að við fáum réttar upplýsingar eins fljótt og kostur er og ég hef sagt það áður að allavega minni hálfu þá hefðu viðbrögð 2015 ef ekki fyrr verið með öðrum hætti ef ég hefði vitað þessa afstöðu. Ég skal ekki segja hvernig þið hefðu brugðist við ef þið hefðu haft þessa vitneskju. En ég held allavega að þekking og vitneskja þetta hefði verið góð fyrir málið þannig að það hefði þá verið hægt að taka betur afstöðu til þess. Ég held ég láti þetta nægja. Þar sem að 3 eru enn á mælendaskrá þá vil ég biðja alla að vera svona frekar stutt orðir. Brynjar, þú varst með einhverja viðbútt. Já, bara aðeins að reyna að draga þetta saman. Hér hefur Seðlabankinn heimild til að beita refsingum og þvingunarúrræði og maður svona sýnist að hann hafi hvorki haft reynslunni þekkingu á því málasviði. Ég held að það sé alveg augljós niðurstaða. Hann fer fram gegn áliti, heldur áfram sinni leið gegn þvert á álit ríkissaksóknara og hann virðist ekki hafa gefið þessar mikilvægu upplýsingar hvorki til þessara nefndar né til umboðsmanns þessar mikilvægu upplýsingar eða afstöður raunverulega ríkissaksóknara frá 2014. Þetta liggur fyrir. Þá er spurningin sú: gefur þessa staðreynd ekki bara ástæðu að skoða sérstaklega þessi atriði
vegna þess eins og við vitum þá ef misfarið með vald þessu tægi þá það sjálfstætt brot og það sé ekki ástæðis að rannsaka það sérstaklega þessa huglæga afstöðu sem ég kannski myndist á áður. Bara svo því sem ég haldi til haga eins og ég sagði hérna áðan að við varum átt okkur á því afstaða Seðlabankans hefur, eins og ég las upp úr, hefur verið svo að í þessum afstöðum ríkissaksóknara hafa aldrei komið fram svo afstaða að það veru reglur að veru ónýtast í refsiheimild í heild. Það hefur bara verið viðhorfi og við höfum að halda því til haga. Svo getum við deilt það hvort að það rétt eða rangt. Þú nefnir það tiltekin atriði. Ég segi enn og aftur forsætisráðherra fer með ákveðnar stjórnunarheimildir gagnvart Seðlabankanum og yfirmönnum þar. Forsætisráðherra hefur lýst í að nú sé til skoðunar þessi greinargerð. Í þessari greinargerð bankaráðsins koma líka fram atriði sem að sjálfstætt hljóta að vekja spurningar af þeim toga sem að þingmaðurinn nefndi hérna. Þannig ég segi enn og aftur við ykkur frá mínum bæjardyrum séð, þá kýs ég að bíða þar til að ég sé hver viðbrögð verða þar og hvað farfi málið er sett. Hvað þið gerir síðan strax eða hvort þið bíðið, það er ykkar. En ég held að þessi atriði sem nefndir hljótu auðvitað að koma upp bara við athugun á málinu. Takk. Inga Sæland, gjörðu svo vel. Já, takk. Og kæra þakki fyrir þessa frábæri yfirferð. Þetta nú bara næstu því eins og farsi, ég var nú að segja það, og mjög mikilvægt að fá tíma á sinn svona skýran inn. Það nú afskaplega einfalt sem ég að velta fyrir mér. Það nú kannski pínlítið lögfræðilegt og ég nú þegar umboðsmaður vísa til reglana frá 2008 og síðan þegar kemur að því að komið frumvarpið þarna 2011 sem síðan samþykkt þarna í september. Ég má þó ekki líta á það að á þessu tímabili ef eitthvað af einhverju meintum brotum hefur verið framið á þessu tímabili þar til reglan tekur gildi 2011 þá hafi bara einfaldlega ekki verið þessi heimild til staðar eins og við erum að tala lögin ekki verið eðlilega birt, engin heimild frá ráðherra beita þessum refsingum eins og er lögmælt við eigum heimildarreglu, lögmætisreglunar sem að greinilega, þú veist, það er einhvern veginn manni finnst, svo í talningum meðalhóf og málsræða og manni finnst þetta bara allt vera í bara hræri graut, það er bara einfaldlega þannig og eins og bara Seðlabankinn hafi verið bara í eigin vegferð bara löggjafi, dómsvald og framkvæmdavald á þessum tímapunkti bara fyrirgefi, ég sé þetta bara svona með við þetta sem að við erum búin að fá að sjá núna og er nú svo sem fyrsta skipta að fá að sitja þessari frábæri nefnd, takk fyrir það. Þannig að, og það er bara þetta, spurningin kannski einfallega þessi, má ekki líta á þannig að á þessum tímapunkti þá var bara, þá þurfum við ekki eiginlega að velkjast meira í vafa það að þessi heimild var bara ekki til staða fyrir september 2011 þegar þetta frumvarp sem lagt var fram í maí það ár var samþykkt. Við getum allavega sagt að miðað við þá afstöðu ríkissaksóknara sem að birtist þarna í maí 2014 þá er svari væntanlega já. Það er að segja að frá þeim tíma til ég að mönnum hafa átt að vera ljóst að það var afstaða æðsta handhafa ákæruvalds í landinu að menn ættu ekki að fara fram með refsikröfur eða rannsóknarathafnir á þessu grundvelli. Fyrir þann tíma þá erum við hins vegar kannski í þeim sporum að ég hreyfi þessum athugasemdum áramótin 2010-2011. Það hljóta ekki undirtektir hjá því stjórnvaldi sem fór með þetta. Ráðuneyti bregst eins og þannig við að það ákveður að breyta lögunum. Auðvitað hefðu við kannski geta svona ætla að þar með hefðu það ákveðin áhrif á það hvernig stjórnvöld héldu áfram með málin. Það kom ekki fram að menn brygðust við. Þá er maður að kljást áfram við það. Þetta er ekki augljóst mál lögfræðilega. En fyrstu spurningarna lúta þá að því hafa menn staði rétt að því að samþykkja þessar reglur, hafa menn staði rétt að því að birta þær og ég var semst í miðjum klíðum að reyna alltaf að finna út úr því, fæð þau síðan upplýsingar það að tilteknarreglur eru birtar. Það er ekki fyrir síðla árs 2010 þar sem að farið að birta allir með samþykki ráðherra
þá vantaði alltaf svar við þeirri spurningu hvað að þýðingu hafði það að samþykki var ekki birt áður. Þannig að á þeim tíma maður að fást við þetta og þið viti hver ástæða Seðlabankans var. Þannig var málið. Bara pínu örstutt. Já, það var bara, ég hjóði svolítið eftir því áðan þegar umboðsmaður talaði tvívegis að stoltið mætti nú ekki bera menn ofuleiði. Það er hérna, er þetta kannski líkt að þetta pínlítið af stolti? Ég ætla ekki að taka afstöðu í einstökum máli, ég segi bara þetta er svona almenna viðhorf. Við verðum ef að koma fram trúverðugar athugasemdir til dæmis lagagrundvöll ákvarðana stjórnvalda, fyrirkomulag sem viðhaft er, þá verðum við sem förum fyrir þessu erum að hafa eftirlit með þessu, við verðum að tryggja það að það sé þá bætt úr hlutunum til framtíðar. Ekki böðlast á borgurunum. Síðastur á mælindaskrá er þá Þorsteinn Sæmundsson, gjörðu svo vel. Já, ég vil nú þakka kærlega fyrir þessa yfirferð og það náttúrulega komið mjög margt fram hérna í spurningum nefndarmanna, en horfandi á það sem að liggur hérna fyrir framan okkur og það sem að umboðsmaður hefur fært fram, þá kemst maður ekki fram hjá því að álykta svo að í allri þessari vegferð hafi Seðlabanki fengið athugasemdir, ábendingar að hann væri kannski á rangri leið, en hann virðist hafa hunsað það gjörsamlega eða litið fram hjá því sem að nú að beint í þessu samhengi og haldið áfram sinni vegferð. Er það svona, hvað ég segja, raunsæ ályktun eða heiðarleg að þetta hafi einmitt verið það sem gerist? Seðlabankinn hafi fengið bæði frá ríkissaksóknara, frá umboðsmanni, frá fleirum að þarna væri málatilbúnaður ekki eins og hann ætti að vera, en hann heldur áfram vegferðinni samt sem áður. Já, ég held að þetta sé rétt ályktun, ekki gleyma til viðbótar þess sem ég sagði áðan að hver hefur verið afstaða Seðlabankans, að þá er það jafnframt alltaf verið afstaða þess að Seðlabankinn gæti ekki gert fyrir hann að kæmi dómsniðurstaða. Aðstæðan er hins vegar svo að ríkissaksóknari, ef hann metur það svo að heimild sem að kemur til greina sem hugsanlega refsiheimild er ekki fullnægjandi, þá tekur hann ákvörðun og metur líkur svo yfirgnæfandi, þá tekur hann ákvörðun hefði ekki málið, þá fer aldrei fyrir dómstóla. Og ég segi það í þessu áliti mínu að þetta er bara eitt af því verkefnum og viðfár sem öll stjórnvöld sem fara með slíkar valdheimildir þurfa að kljást við. Refsimál eru ekki þau eru ekki tilraunastofu. Þetta er inngrip í málefni borgarana, oftast líf þess, rekstur fyrirtækja og annað. Og þess vegna verða stjórnvöld sem fara með þessar heimildir, þau verða að hafa þá burði að taka afstöðu. Auðvitað verða alltaf einhver mistök og menn kannski sjá það ekki fyrir að eitthvað er ónýtt. En það er eins og bentir á hér að viðvörunarljósin í þessu máli voru allnokkur og þau eru búin að loga lengi. Og þess vegna er manni kannski ennþá sárar það að þessu hafi verið viðhaldið. Já. Þá ljúkum við þessum fundi stjórnskipunar eftirlitsnefndar þetta mál, lög gjaldeyrismál og stjórnsýslu Seðlabanka Íslands við framkvæmd gjaldeyriseftirlits. Ég vil þakka umboðsmanni Alþingis, Tryggva Gunnarssyni, kærlega fyrir komuna sem og Maren Albertsdóttur og Þorvaldi Haugsyni, lögfræðingi, og ég slít fundi. Takk fyrir.